Já, heyrðu, við höldum áfram að tala háskólann. Það vill svo til að það stendur rektorskjör fyrir dyrum og það gefur okkur tilefni til þess að fá áhuga fólk háskólasamfélagið og stöðu háskólans í samfélaginu til þess að koma hingað og ræða málið. Við höfum gert þetta þegar eru forsetakjör og biskupskjör, svona þessar kosningar sem eru á sömuleyti svona persónukjör en í staðinn fyrir kannski að vera að meta saman persónuna þá notum við tækifærið við rauðaborðið að efla umræðu tiltekið málefni. Þau komu fyrir vikunni Magnús Karl Magnússon kom fyrstur og síðan kom Ingibjörg Gunnarsdóttir en núna hingað komin Björn Þorsteinsson, prófessor í heimspeki og sem að vill bjóða sig fram til rektors. Kannski eðlilegt að byrja á því að spyrja hvaða eins og það heitir núna orðið í umræðinu áskoranir eru það sem að háskólasamfélagi stendur helst frammi fyrir sem að þú myndir vilja leggja áherslu á sem rektor? Já, ég held að háskólasamfélagi standi frammi fyrir nákvæmlega sömu áskorunum eða úrlausnarefnum og samfélagið allt og það sé hlutverk háskólans að takast á við þau vandamál með sem sagt nákvæmlega þeim aðferðum og tækjum og tólum eða hvað viljum kalla það sem háskólinn býr yfir. Og hver eru þeirra áskoranir? Allt samfélagi stendur fram fyrir. Já, það eru náttúrulega við getum kallað þessa fjölþættu kreppu sem að við blasir og kannski allar þessi eina fjölþætta kreppa með öllum sínum andlitum rætur í loftslagsbreytingum eða hlýnun jarðar og svona sem að leiðir af sér alls konar náttúruhamfarir og hækkun sjávarborðs og útrýmingu dýrategunda og náttúrulega við þekkjum þetta öll og síðan náttúrulega hlýst af þessu líka það hljótast af þessu þurrkar og hungursneyðir og fólksflutningar og uppkoma nýjir straumar eða gamlir draugar í pólitíkinni og ég sé þetta allt saman sem svona eina heild, það minnst kosti þá vitum við það, eigum að vita þá 21. öld að náttúran og samfélagið haldast í hendur og óréttlæti og ójöfnuður í heiminum elur af sér, getur alveg af sér alls konar slæmar birtingamyndir í pólitíkinni og svo framvegis, þannig að þetta eru vandamálin sem við stöndum frammi fyrir og háskólar eru stofnanir sem eiga að glíma við samtíma sinn, eiga að vera í sambandi við hann og afla þekkingar á stöðunni, það er það sem þekking það er rauninni hún snýst stöðu okkar í heiminum hvort heldur við horfum þá til náttúrunar eða samfélagsins, þetta, eins og ég segi, þetta er allt tengt. En er það frekar nú en áður? Já, ég vil meina það að það blasi við að við getum stokkið beint yfir það að tala ástandmála í háskólum í Bandaríkjunum, það sem að einfaldlega verið að vinna gegn og takmarka akademískt frelsi. Háskólarnir reyndar margir fattar að gera það sjálfviljugir til þess að lenda ekki í skotlínunni því að Trump og hans kónar eru náttúrulega að þrengja og eru að einfaldlega banna háskólum að fjalla ákveðin mál eins og kyn og kyngerfi, svona kynjafræði almennt, það er eins og það sé eitthvað svona uppáhalds skotmark fyrir svona fólk en við vitum að það er loftslagsmálin líka, það eru svona allt sem að öll þau fræði sem að fást einhvern veginn við að glíma við þá staðreind að samfélag okkar hefur breyst og að náttúran er farin að láta meira á sig kræla og svona slá tilbaka eins og maður getur sagt, öll þau fræði sem að ganga eða út á það að horfast í augu við ástandið eins og það er reynt að kaffæra þau og draga þau niður og jafnvel slá þau jafnvel af, maður sér að það geti núna næsta skref. En bandarískir háskólar eru mjög háðir framlögum frá auðkýfingum og auðugu fólki og hafa kannski komið sér í þessa stöðu núna að þau eru bara byrjuð að tala eins og þeim eins og auðkýfingarnir vilja að ótta við að missa einfaldlega bara rekstrargrundvöll. En það er alltaf ástand sem Háskóli Íslands stendur fram með. Nei, en Háskóli Íslands er náttúrulega undirfjármagnaður eins og ég vissum að... Íslenskir auðkýfingar hafa aldrei gefið neitt til Háskóla. Nei, ég veit ekki hvort við myndum þykja það, Gunnar Smári, svo það sé nú sagt eins og fólk segir. Að vísu þetta Háskóli Íslands í ákveðnu samkrulli með atvinnulífinu en allavega Háskóli Íslands er náttúrulega mjög mikilvæg stofnun í íslensku þjóðfélagi og ég
það er ég algjörlega sannfærður og hann sú stofnun sem við eigum sem að þessi þekkingarmiðstöð og sem á stöðugt að vera miðla þekkingunni til þjóðarinnar. Háskólinn einhvers konar þjóðskóli og hann svona fulltrúi fyrir ákveðin eins og ég segi, miðlun þekkingar og þar af leiðandi hann og verður að vera í lifandi tengslum við samfélagið og á að hjálpa eiginlega sjálfkrafa stjórnvöldum til að átta sig á því hvað eiginlega að gerast í náttúrunni, hvað að gerast í hafinu kringum okkur, hvað að gerast í heiminum, hvaða möguleika höfum við, hvað getur sagan sagt okkur og hvað geta rannsóknir á dýrastofnum eða hvað sem sagt okkur og hvernig bregðast við bráðnun jökla og því þú spurðir áðan svona svolítið eins og jafnvel bara aðeins fyrir að gefa þið skinn, ég veit þú varst ekki að segja það en hvort það væri nokkuð að við vitum alveg að það er heilmikið það er heilmikið að gerast, ég meina jöklar eru að bráðna og ágangur sjávar er hreinlega orðin staðreynd á Íslandi, það svona ekki, mér sýnist ekki alveg vera nógu mikið talað það, atburðin á Akranesi náttúrulega, hörmulegir atburðir og á Granda, þetta ekkert út í Skerjafirði? Já. Nei, út á Kjarnaskjólsvegi og þar? Já, bara út á Granda þar sem að gekk heilu hnullungarnir yfir garð sem að tiltölulega nýr og hver var ástæða þess að það var ekki búið að bæta garðinn nægilega vel en akkur þessi garður akkur þarf að stöðugt að vera að bæta þar af því að ágangur sjávar svo mikill ég er búin að vera svolítið í Danmörku, var í hálfdagur í Danmörku á síðast ári og þar bara hreinlega farið að það eru komin plönum að byggja runni svona varnargarða í kringum Kaupmannahöfn vegna þess að bráðum verður Kaupmannahöfn bara undir sjávarmáli og þetta eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við og eins og náttúrulega við vitum að loftslagsmálin þau gera það að verkum að við erum öll í sama báti Við vorum með viðtalið við Harald Sigurðsson jarðfræðing sem býr í Ameríku bara núna í vikunni þar sem við erum að tala Seltjarnarnes og ættan við að það færi undir sjó Já, ég rætti þessi mál líka við Kristínu Völu Ragnarsdóttur daginn og hún sagði mér að harpan, hann lítur ekkert alltaf vel út með hana í sjálfu sér svona í framtíðinni En það sem ég var ekki að vefengja þessa þróun, ég var að spurja að staða bandaríska háskóla sem eru svo háðir þeim auðkýfingu sem að virðast vera bara búin að ná völdum í Bandaríkjunum núna og sem ætla að nota völd sín og auð til þess að drepa niður alla gagnrýna hugsun. Hvort að háskólinn standi frammi fyrir því á Íslandi? Nei, hann stendur náttúrulega ekki frammi fyrir því sem betur fer og við erum mjög heppin að eiga Háskóla Íslands og við þurfum að standa við bakið á honum. Hann er mjög illa undirfjármagnaður eins og og við ég er búin að vera núna eins og svona yfirreið eða í svona starfskynningu getum við líka kallað allan háskólan sem að ég unnið hann í 20 ár en maður er náttúrulega svolítið mikið á sínu sviði en ég er svo sem unnið ýmis verkefni sem að tengjast háskólanum það sem ég hef farið svolítið út í alla krók og kima, nú er ég að gera það aftur og það er alveg ótrúlegt að sjá og heyra frá hverju fólk hefur að segja í sambandi við það álag sem það er undir og ég var nú bara að tala við eina einingum daginn sem er með 14 stöðugildi en þau eru með sem sagt, þegar yfirvinnan er tekið saman, það jafngildir hún 7 stöðugildum í viðbót á ári þannig að þú sér að þetta er algjörlega ómennskar tölur og þannig verða að halda út í gríðarlega mikilvægu námi sem er þörf fyrir í samfélaginu og já, það gerum við náttúrulega í háskólanum og ég mun alltaf líka halda því fram að allar greinarnar eru jafn mikilvægar grunnvísindi dagsins í dag eru hagnýtt vísindi dagsins á morgun þegar þjóðfélagsbreytingar eru jafn örar og þær eru núna og við vitum aldrei hvenær sú þekking sem við erum að afla kemur að notum, þannig við þurfum að virða það svolítið og það er þá hið akademíska frelsi akademískt frelsi er náttúrulega ekkert í rauninni það að fá bara að gera hvað sem mann listist því að við höfum líka ákveðnar skyldur og ákveðna ábyrgð sem tengist öllu frelsi tengist ábyrgð og í okkar tilviki í háskólanum þá svo ábyrgð eiginlega á þá leið að við erum auðvitað stöðugt að bregðast við því sem að gerast í samtímanum og máta okkur við það. Við eigum líka að miðla fræðum okkar til samtímans og til samfélagsins og við þurfum að draga að okkur ungt fólk sem að hefur áhuga á því sem við erum að gera þannig að við þurfum að efla verður stöðu nýliðuna eiga sér stað. Hvernig það er gert? Hvernig háskólinn þjónar samfélaginu eða bregst við samfélaginu eða hvernig sem við viljum orða það er svona valddreifðar ákvarðanir þú tekur þínar ákvarðanir í þínum rannsóknum og maður í læknadeildinni eða næringafræðinni eða hvað sem tekur sínar ákvarðanir en þú ert svolítið að tala fyrir því að háskólinn sjálfur eigi að vera eins og sameiginlegt afl í samfélaginu til þess að mæta voveilum tímum
Sko, hann það náttúrulega alltaf að því að háskólinn þetta stöðugt að rækta samband sitt við samfélagið. Það gríðarleg miðlun sem fer fram. Háskóli unga fólksins til dæmis, þetta svona leiftrandi gott dæmi það hvernig háskólinn tengist einmitt unga fólkinu og framtíðinni og svona bara að leyfa þeim að koma að kynna svona undraheimi þekkingarinnar. En auðvitað þannig að háskólinn alltaf í þessu hlutverkin. Ég hins vegar í þessu rektorskjöri þá held ég að það sé kannski blasið dálítið við og ég alltaf rektor sem að myndi taka þátt í þjóðfélagsumræðinni og ég myndi vilja svona endurvekja kannski svolítið þá hefð. Þetta var kannski sérstaklega virt þegar Páll Skúlason var rektor. 20 ár síðan? Jú, og hann var auðvitað heimspekingur eins og ég og raunar kennari minn og þannig að hann mér fyrirmynd í þessu en ég held að það þarf heldur ekkert að vera rektor, heldur háskólafólk allt stöðugt að taka þátt í þjóðfélagsumræðinni og við munum gera það áfram. Oft sem að við erum kölluð í viðtöl eins og hérna núna en þó að það sé kannski en oft erum við kölluð til vegna þess að það þarf að skýra málin, hvort sem það kjör Trumps eða atburðir á jarðhræringar og Reykjanesi eða hvað sem er. Þetta vel, það mikið háskólafólki sem kemur hingað, það sem við köllum með mig til þess að fá einhverja staðgóða þekkingu og raunhaft mat á stöðu. Já, við þurfum nefnilega að vera mjög til þess að halda uppi heilbrigðri samfélagsumræðu. Við getum ekki verið öll á gasperinu. Já, þó að ég sé nú heimspekingur og við liggjum náttúrulega oft undir ámæli fyrir að vera óskiljanlegir og skrifa langar setningar og svo framvegis og við erum þau örugglega oft. En þá hefur alltaf verið talsmaður þess að sko, við þurfum alltaf að geta runni sagt frá okkar fræðum á skiljanlegu máli og það í því ekki fólkin einhvers konar, við erum ekkert að koma niður af einhverjum turni eða neitt, það bara önnur leið til að segja frá því sem við erum að gera og einmitt oft þá skýrir það miklu betur fyrir okkur sjálfum, þannig að það öllum hollt að gera það, að setja sín fræði í samband við bara viðmælandan út á götu, í heitapottinum eða hvað sem og þá verðum við bara betra vísinda og fræða fólk. Við höfum stundum rætt við Rauðaborðið til dæmis sagnfræðinga sem eru sífellt að koma með sín púsl inn í söguna og ég hef spurt þau en það alveg sama hvað þið leggið til og margar stórkostlega rannsóknir sem hafa verið og sem hafa breytt sín manns á 19. öldina og 18. öldina og 17. öldina og þetta maður hefur alltaf undan að endurmeta Íslandssöguna en samt það þannig að í almennu umræðu að þá gildir ennþá bara Íslandssaga Jóns Aðils og Jónas Hriflu og ég get bara vitnað í Sigmund Davíð og Ólafur Grímsson að það alveg sama hvað gert og þar eins og sé eitthvað að það kemur þekking sem að hlaðist upp í háskólunum en hún einhvern veginn seitlar ekki inn þannig hún nái að endurnæra svona almennan þekkingargrunn sem að samtal okkar í samfélaginu, lýðræðslegu samfélagi þarf að hvíla á. Já, það eru auðvitað alltaf gríðarlega hagsmunaöfl að verki í okkar samfélagi svo við vitum báðir mjög vel og þannig að það alltaf að vissu leyti við ramman reip að draga í miðlum þekkingarinnar. Það oft bara komið í veg fyrir að fólk heyri það sem verður að segja svo framvegis að taka í markvæði og það þetta sérstaklega í þjóðfélagi eins og okkar þá stöðugt verið að útbreiða ranghugmyndir. Það stöðugt verið að útbreiða alls konar bábiljur og það náttúrulega vissu leyti farið að gera það mjög markvisst og einmitt þetta til þess bara við tölum bara kynjafræðina, það hreinlega hefur þekst í þeim fræðum í nokkur ár, bara jafn virðulega samtök og UN Women sem nú bara berjast fyrir réttindum kvenna á heimsvísu og þetta transfólks líka og hinsegin fólks en svona á yfirborðinu þetta svona mest barátta fyrir svona gamaldags kvenfrelsisbarátta að getur tekið svo til orða en þau samtök bara eru þeim ráðstöfnum sem haldnar og svo framvegis, þar mætir þrautþjálfa lið sem að einfallega kallar fram í og frá þessu var sagt daginn jafnréttisdögum háskólans kallar fram í og eyðileggur málþing og bara með einhvers konar niður yfir starfsemi þar sem að verið að reyna að ræða málin á svona skynsamlegan hátt og eins og ég segi, miðla þekkingu þannig að það eru hagsmunaöfl víða og erfitt að breyta hugmyndum og pólitíkin, hún auðvitað gegnsýrir allt. Háskóli Íslands og hvað háskóli sem auðvitað að reyna að vera svona ópólitískur á þann hátt að hann ekki svona flokkspólitískur en hann tekur afstöðu, myndi ég segja, með mannkinnu og með lífinu og jörðinni. Hann tekur afstöðu með plánetunni. Hann ekki sérhagsmunum. Nei, ég veit ekki hvort við viljum vera að ræða Elon Musk mikið, en hann tekur til dæmis ekki afstöðu með plánetunni. Þannig að hann þó ekki háskólamaður í þessum skilningi sem kannski
kemur sér ágætlega að fyrir okkur að heyra og ábyggilega mörg fegin að heyra það allavega háskólafólk en já, það er svo margt sem væri hægt að segja í tengslu við það en allavega háskólinn eins og ég segi, hann fulltrúi fyrir það að við þurfum að finna leiðir til að lifa og lifa af á þessari plánetu og já, kannski eins og ég var aðeins byrjar að segja á þann að við erum að vissuleyti við skulum ekki nota orðið heimsendir en það kannski einhver ákveðin heimsendir byrjaður Ég hélt nú hérna nokkra pistla í Víðsjá í febrúar 2020, 4 pistla og náðist, þetta voru á viku fresti og náðist rétt fyrir lok febrúar að klára þá þess að 4 pistlar í röð. Áður en Putin rétt þinna? Nei, svo kom COVID. Svo kom COVID þá og hérna þetta voru pistlar undir yfirskriftinni Hvað nú? Eiríkur Guðmundsson hringdi í mig og sagði mér nú ætti ég að halda pistla undir þeirri yfirskrift og ég bara gat ekki fengið mig til að tala annað en heimsendi þannig ég hélt 4 pistla heimsendi og hvað hann væri nokkuð og fyrir nokkuð og komst nú reyndar eiginlega þeirri niðurstöðu að það væri vanlegast að líta á þann heimsenda sem væri vissulega svona einhver leiti farin í gang svolítið svona í anda Völuspár þar líður jörðina vissuleiti það svona verður ákveðin ragnarök en svo rís hún upp aftur, rís jörð úr ægi og það er náttúrulega gullfalleg erindi þannig að sem sagt það mun væntanlega gerast að við þurfum að finna eitthvað nýja þjóðfélagsskipan og koma einhverju nýju lagi á samlífi okkar á jörðinni með öllu því sem að lífsanda dregur og allir náttúrunni og við þurfum strax að byrja að huga því hvað það og ég ekki til dæmis hræddur við að segja að það sé neyðarástand í loftslagsmálum og við erum farin að gera þetta bara fullum fetum upp í háskóla það neyðarástand sem stafar aðalega af loftslagsmálunum og við þurfum bara að fara að einmitt að taka ákvarðanir og hjálpa stjórnvöldum að taka ákvarðanir sem bara lúta því hvernig heim viljum við halda í og hvað viljum við halda í og hvað viljum við gera úr þessari stöðu. En það hefur verið andof við þá þekkingu sem hefur komið út úr háskólasamfélaginu mjög lengi og okkur hætti kannski til þess að hugsa svona út frá svona Trump og fleiru það sem svona óreiða í þekkingarsamfélaginu en ef við förum bara aðeins aftar kannski svona upp á 1970 að þá eru búnar til raunverulega svona þekkingarstofnanir kallað think tank og fleira sem eru fjármagnar af allra ríkasta fólki í heiminum til þess að byggja upp einhver svona þekkingu eða þekkingarlíki sem stilt upp gagnvart því sem kemur út úr háskólunum og við heyrum það núna bara í umræðu dagsins að þar verið að byggja á ýmsu sem kemur frá viðskiptaráði, samtökum atvinnulífsins sem meira og minna sækja sína fullyrðingar í slíka þekkinguöflun, ekki í ritrýndar rannsóknir háskólasamfélagsins. Þannig að þessi átök hafa verið í gangi mjög lengi og líklega er staða háskólans núna þótt að sé erfitt að vera að meta það svona hvernig manni fannst þetta í gamla daga. Líklega er hún lakari núna eða þú veist hún er í meiri samkeppni við þá þekking sem kemur út úr háskólanum við annað í samfélaginu heldur en 1970, 1980, 1990, 2000. Já, nú náttúrulega kannski svona saga nútíma háskólans ekkert svo svakalega löng, kannski svona 200 ár, þetta kannski Humboldt-bræður í Berlín og Humboldt-háskólinn og það svona fyrsti kannski háskólinn sem svona líkur því sem nú og svo náttúrulega kannski napólenski háskólinn í Fraklandi þannig en ég held nú kannski að eftir því sem að málin vandast í veraldarsögunni til dæmis meðan að kalda stríði stóði yfir þó maður einu alltaf verið með að tala vel það þá var það þó allavega stöðugleiki og þá voru kannski háskólarnir í tiltölulega góðri stöðu svona almennt en þó skipti auðvitað við á Vesturlöndum við hlýtum auðvitað hlustum bara á okkar háskóla en já, svo vandast málinn í veraldarsögunni þá koma upp fleiri svona eins og segir hugveitur og alls konar stofnunir sem eru að vissu leyti að halda fram ákveðnum hlutum af ákveðnum ástæðum sem má sér rekja til einkahagsmuna, eigin hagsmuna. Birta niðurstöðunar með svipum hætt og því, þetta eru svona skýrslur og bara layoutið alltaf eins og þetta sé koma úr háskólasamfélaginu, en það bara það ekki, þetta bara stífur áraður. Og þess vegna þarf að halda í háskólana, háskólanir eru nátengdir þessari hugsjón þekkingun og þekkingin nátengd hugsjón lýðræði. Sko, við vitum alveg hvernig það hangi saman að til þess að geta verið
þess að geta gengt hlutverki sínu sem bara ábyrgur borgari í lýðræðissamfélagi, þá þarf maður að taka ákvarðanir, maður þarf allan að kjósa og helst þyrfti maður að fá að taka miklu fleiri og margvíslegri ákvarðanir en það. Við mættum vera duglegri í því, það líklega hlutar hörnum lýðræðisins það að það er meira minni virkni almenna borgara. Algjörlega, við getum talað meira þá eftir í sambandi við annað mál sem ég gætna ræða, en allavega til þess að geta tekið ákvarðanir þá þarf maður að hafa þekkinguna og maður þarf að vera upplýsing og lýðræði kallast á og það bara, háskólar eru þær stofnanir sem eiga að standa vörð þekkingarinnar sjálfrar vegna og án allra ytri hagsmuna og það náttúrulega bara ber alltaf að fara mjög varlega í það að vera að tengja háskólan við hagsmuni fjármagnsins eða hagsmuni, en auðvitað við getum síðan þessuna farið að deila eða rætt það hvernig það er að vera þjóðháskóli, það er líka ákveðin svona spurning að vera háskóli Íslands og við megum ekki ganga of langt í því að líta á hann sem einhvern varðturn fyrir íslenska ríkið, hann þarf að vera alþjóðleg stofnun sem að einmitt færi nýja strauma og mér hugmyndir inn í Ísland. Ábyrgð háskólasamfélags að ég tók dæmi af Íslandssögunni sem ég held að segja eitt galið að þegar ég spyr sumir sagnfræðingar segja hér við bara leggjum fram okkar rannsóknir og fleira. Við berum ekki ábyrgð á því hvernig umræðin er á torginu sem er og þá sér maður bara fyrir sig að liftari sem að flytur þessar rannsóknir í eitthvað vöruhús en það hefur öfulega lítið sem engin áhrif á samfélagið og samfélagið eiginlega bara finnst manni stundum verða heimskara og heimskara. Og meðan að þekkingin safnast upp í vöruhúsi eitthvað staðar hérna upp á Esjumélum. Já, einmitt. Reyndar mest í skíinu sem Microsoft á. Þannig að ég held að ég skil alveg hvað þú átt að fara með þessu en flest okkar í háskólanum boðin að búin að koma einmitt í þætti eins og þennan og í umræðu þætti í sjónvarpinu og taka þátt í umræðu í fjölmiðlum og það er svona að tjá okkur á samfélagsmiðlum líka að það sem að við allavega við svona ætlumst til þess að kannski að fólki að það svona að það hafi ákveðin skilning á því að við tölum frá sjónarhóli fræðafólks þannig að við viljum geta lagt orð í belg og þannig að það sé svona tekið eitthvað ákveðið mark á því þannig að orð okkar hafi ákveðið vægi þannig að það kannski fylgir þessu þetta við þurfum auðvitað að fara vel með þetta en að sjálfsögðu á eins og ég er búin að vera að segja hérna þá er það hluti af svona starfslýsingu okkar og sjálfsmynd að við tökum þátt í samfélagslegri umræðu og reynum að einmitt að sýna hvað við erum að gera skemmtilegar uppgötvanir sem skipta máli í samtíman og sagfræði er einmitt mjög gott dæmi því að auðvitað eigum við alltaf að vissu leyti að vera að horfa á fortíðina og heimildirna sem við höfum horfa á það allt saman gagnrýnum augum út frá samtíðinni við getum til dæmis ekki bara hort tilbaka og hugsa með sér konur gerðu bara ekkert í mannkynssögunni þetta mótið, það þarf að skoða taka þetta allt saman upp, finna allar heimildirnar allt það sem konur hafa gert og skrifa það og skrifa það inn í söguna, svo náttúrulega er eins með hinsegin fólk og eins með jaðarhópa og eins með bara innflytjendur á Íslandi eða ýmislegt, þannig að saga hún er alltaf virk rannsókn á fortíðinni í ljósi samtímans og það svona mjög gott dæmi það með hvernig vísindin tengja fortíð og samtíð og framtíðana saman. Við erum að endurfæða söguskilning sem hentar okkur það er ekki endilega víst að við getum öll lifað inn í þeirri höfðingjasögu sem hefur haldið að okkur. Nei, og höfðingjasagan hefur náttúrulega ekki endilega fært okkur á góðan stað. Ég er að reyna að skrifa bók, ég veit ekki hvort ég næ að ljúka henni en hún er svona byrjar svolítið á spurningunni nú á ég kannski ekki verið að segja þetta sem frambjóðandi til rektors Háskóla Íslands en úr því að við erum lent hérna í þessum samtíma þar sem að við höfum gengið svona á náttúruna og við erum í þessum erfiðleikum og við vitum ekki hvernig við komum út úr því og það virðist ekki stefni í góða átt þar sem að ríka fólki er allt saman farið að búa sig undir annarkvort að flytja inn í einhverja vastþétta klefa eða bara fara með Elon Musk til Mars þá þurfum við kannski að spyrja bera vísindin einhverja sök, höfum við stundað vísindin rangt eða miðlaðum rangt og svo framvegis við þurfum að taka vísindin til gagnrýninnar skoðunar þess vegna hef ég aðeins í þessari kosningabaráttu talað nauðsynina á nýjum vísindum sem eru heildrænni og eru opnari fyrir einmitt því að bara taka aðra einmitt önnur vísindi með vinnarunni þverfræðilega eins og við kallum það það þarf að tengja, það er komin tími til að tengja eins og góðu menn sungu þannig að
vegna þess að þar getur orðið til þekkingi sem bjargar okkur. Það ef við hugsum mikið í þessum hólfum, þá höldum við bara áfram fljótandi. Þá bara einhver annar að taka ákvörðun hvernig þekkingin nýtt. Já, sko. Þið hafið ekkert með að gera. Nei, það er nú ekki sammála því. Ég meina við eigum auðvitað að hafa helst sem mest það að segja, að hjálpa stjórnvöldum að skilja hvaða kostur eru stöðunni. Vísindin ná yfir meira en allt, þar sem þau ná yfir náttúruna sjálfa, samfélag okkar og hvernig við, og stjórntækni og alla mögulega hluti, pólitík og allt það. Þannig að í rauninni ég kannski að tala líka fyrir því að vísindin þau þurfa að vera ákveðnum tengslum við svona stórar hugsjónir, eins og réttlæti, jafnrétti og sanngirni og allt það og í rauninni skilning á því hvernig allur veruleikin hangi saman sem svona kannski anda nútíma umhverfisvísinda sem að ég tel í rauninni vera orðin algjör grundvallar vísindi og það kannski liggur í þessu sem ég að segja. Bara eitt, ég spurði þau að þessu Ingibjörg og Magnús sem bara sótti það í umræðu sem að var við rauðaborðið í svona þeirra vaxandi umræða innflytjendamál var í gangi og þá ræddum við oft að það væri eiginlega svo erfitt að halda okkur í viti í þessar umræðu því að svona grunnurinn undir en það væri eiginlega bara ég meina, menn sóttu bara eitthvað sem þeir höfðu lesið í lestabrefi í dönsku blaði og það var eins og að væri algjör glundróð einhver hélt því fram að væri samhengi á milli aukinna glæpa og innflytjenda og annar hélt því fram að svo væri ekki og þá nefndi ég það oft að væri það ekki hlutverk Háskóla Íslands að hlaupa til þegar umræði í samfélaginu eiginlega að fara að loga, hún bara að loga og getur endað í bara hörmungum og bara raunverulega hætt á því að það geti verið skaðleg einstaklingum og svo náttúrulega leiðlítið þess að við tökum rangar ákvarðanir. Er það ekki hlutverk Háskólans að koma með bara rannsóknir á því? Nú er það svo að innflytjendur leggist á velferðarkerfin, er það svo að við töpum á því þegar hingað kemur flóttamaður, er það svo að, og þar höndu göttunum ekki til þess að ná fram tiltekinni niðurstöðu, heldur að við í lýðræðissamfélaginu getum átt umræður á einhverjum svona grundvelli, einhverjum velli sem að við höfum samkomulega að við skulum ræða málið út frá þessum forsendum. Algjörlega og ég auðvitað að gera það og ég man ekki betur en ég hef heyrt daginn viðtal við Helga Gunnlaugsson einmitt hjá okkur og samstöðinu. Við höfum ákallað en það sem ég að tala að háskólinn svona stígi inn að einhverju afli eins og þetta sé aðkallandi mál. Raunar finnst mér kannski alltaf að segja það líka, stjórnvöld hafa auðvitað líka geta verið með frumkvæði í þessu að upplýsa fólk við erum eiginlega orðin alltaf hrædd við að vera, ég ætla orðið sé pólitísk, ég veit ekki, það svo skrítið að segja það pólitísk stjórnvöld en fólk einhvern veginn orðið hrædd við að eiginlega það að miðla þekkingu sé pólitísk athöfn. Ég náttúrulega skrifaði mína doktorsritgerð franskan heimspeking sem oft var kallaður postmodernisti og sem að hann vildi nú aldrei hlusta á. En postmodernisminu og mannstætti því, þetta var nú dálítil deila þetta undir lok 20. aldar á Íslandi, það átti að vera svo skoðun að allar skoðunni var jafngildar og engin miðja og allt þetta og engin ekkert akkeri, engin grunnur og engin jörð til að standa á rauninni. En postmodernistanir held ég hafa nú eiginlega engir verið til í raun, þar að þetta var fólk sem var að greina ástand sem að þeir kölluðu postmodernist og ef maður skoðar það nægilega vel þá þeir að segja það er að renna upp skeið þar sem þekkingin orðin söluvara. Það er að renna upp skeið þar sem að þú getur ekki treyst neinu af því að þú getur ekki verið viss að það sé ekki einhverju hagsmunir á bakvið það. Einu svona ætlaði ég tjaldferðalag með fjölskyldum minni. Og ég hugsaði mér, nú ætla ég að finna kort yfir all tjaldstæði á Íslandi og internetið var komið til sögunar, þetta var nú sennilega 2007 og þá fann ég þetta fína kort og ég hugsaði mér, þetta nú flott en býttu, hvar nú þetta, það vantar þetta tjaldstæði og þetta tjaldstæði og þetta tjaldstæði og áður en ég vissi þá var ég búin að átta mig á því að þetta var náttúrulega auglýsing, eða þess að það hefði fólk tjaldstæðin höfðu borgað fyrir að fá að vera með á kortinu. Fyrir mér þetta postmoderniska ástand. Það er hvergi að finna kortið yfir tjaldstæði á Íslandi af því að það er búið engavæða það.
þetta þarf háskólinn að vera fulltrúi fyrir. Þú ef þið vantar kort við tjaldstæð á Íslandi, þá veistu hvað þú leitar á hi.is, takk fyrir. Það er eitthvað svona, þetta kannski bara dæmisaga, en ég meina að þetta ekkert flókið mál, þekkingin bara víst til og þetta oft bara mjög einföld atrið sem að hægt að miðla mjög svona og þekkingin bara eins og eldhúsávald sem átt að geta notað, hún ekki all upp í skíunum. Nei, þvert á móti, hún varðar bara alls konar hluti sem að eru mjög praktísks eðlis. Ég ætla bara kannski fá að segja Vísindavefur háskólan sem var nú stofnaður árið 2000 af Karli föður mínum, Þorsteini Vilhjálmssyni, prófessor í eðlisfræði, að hann auðvitað gegnir þessu hlutverki. En þannig að ég reikna með að ég sendi inn spurninguna hvar eru tjaldstæðir, hvað mörg tjaldstæðir eru í Íslandi og hvar eru þau. Þá kæmi allavega, það kæmi svar. Kannski væri svarið, það er ekki alveg ljóst hvað við eigum að segja því að hvað er tjaldstæði og hvað ekki. En er þið sendið heimspekideildir og þá kæmi það. Hvað er tjaldstæði? Hvað er tjaldstæði? Nei, við myndum fá svar en við myndum líka rauninni fá að vita ef að vísindamaðurinn sem svarar spurningunni lenti í vandræðum með gagnaöflun vegna þess að þetta er orðið eins og ég var að lýsa, það er erfitt að fá svona traustar upplýsingar þetta, þá skrifar hann það, þannig að það kemur þá fram. Þannig þeir allavega sagt hvar við stöndum og við erum orðin svo vöndi einmitt að það sé endalaust verið að halda að okkur einhverju sem tengist því þú sagðir áðan, einhver sem á að vera þekkingin rauninni bara söluvara, þess rauninni varningu sem verið að halda að okkur. Þannig að það sem hefur verið einmitt að, svona svolítið svo samfélagsmiðlinn líka sem við erum náttúrulega varan og endalaust verið að fá okkur til að hugsa eitt og annað. Vildur þú segja að Trump væri afkvæmi hins postmóderníska tíma? Já, veistu það, ég ekkert fjarri því að megi segja það. Hann náttúrulega einhvers konar tækifæri sinni í 50. veldi og hefur náttúrulega alltaf verið það. Hann leikinn að lifa í heimi sem svona eins og þú veist það. Já, hann geysilega leikinn í því að búa akkurat til, setja í gang alls konar hugmyndir sem að lifa síðan sjálfstæðu lífi og svo segir hann bara eitthvað annað næst og það er auðvitað vandinn við að búa í heimi þar sem Trump í þeirri stöðu sem hann núna, það að elta ekki öll þessi svona bein sem hann að kasta. Við höfum ekki bara verið alltaf að eyða öllum okkar tíma og orku í það að svona vera býsnast yfir því hvað vitleys sem var að segja núna, meira að horfa á það sem hann raunverulega að gera og það má spyrja sig að því hvað það en vegna þess að mér sýnist það ekki alveg ég sé ekki alveg hvað hagsmunum það að þjóna nema einhverjum algjörum heimsenda öflum akkurat, einu sönnu, það þessi heimsenda öflum auðmagsins sem á þá að ná hámarki með því að Elon Musk komist til Mars en ég sé ekki alveg hvað Trump græðir á því nákvæmlega þannig að það er svona margt sem á huldu í þessu öllu saman og kannski ætti maður líka bara að leyfa sér að hugsa að Trump nú ekki það greindur að hann ná að búi til einhverja svona heildstæða sýn á hlutina sem að allt skýri síðan af, heldur þvert á móti og það væri þá mjög postmodernist. Það er ekki alltaf léttur leikur að make sense out of nonsense, sagtir. Nei, en það er mjög mikilvægt að make a sense og ég heilt rannsóknarverkefni það að það heitir rauninni frelsi til að make a sense og því að samfélagið og þekkingarmiðlunin rauninni það að make a sense, af samtímanum, skýra við reyna að koma sig úr á íslensku, það getur verið erfitt og til dæmis nemendum mínir og við erum alltaf að nota þetta orðalag fyrir mér þá þýðir það að það er einhver þörf fyrir að gefa því merkingu en við erum alltaf að reyna að skilja veruleika okkar og að miðla því og sá skilningur líka skynjun og við höfum að trúa á skynjun okkar, þetta er mjög mikilvægt þegar við hugsaum réttlæti, það er að trúa á eiginlega líkamlegu viðbrögðum þegar við sjáum óréttlætið. Við verðum náttúrulega smám saman því miður ónæm þegar snjóar yfir okkur sem endalausu myndum af til dæmis eyðingunni á Gaza og við gerum okkur grein fyrir því að það er algjörlega óljós hvað í ósköpunum getur tekið við fyrir þetta fólk sem látið þarna tapa öllu. Þannig við erum samt þannig við reynum að halda áfram, við reynum að búa til eitthvað sem við getum haldið í og maður getur ekki nota eins og það orðalag hér að sjá eitthvað vitið í, heldur bara búa til einhvern skilning á því hvað getur gerst næst. En auðvitað það síðan eins og við sjáum náttúrulega í kringum Gaza akkurat þá koma heimsendaöflin fyrst á sviðið og byrja að koma með lausnir sem ekkert annað en þú tapaðir, og bara máttur hins sterka komin aftur. Við erum komin aftur til löngu fyrir frönsku byltinguna. Rousseau var að skrifa þetta 1762 þá skrifaði hann bara örfáar blaðsíður sem eru með besta sem ég lesi, mjög svona þéttar og við þýddum saman við Már Jónsson sakfræðingur það sem hann segir já, nei,
hinn sterki hefur engan raunverulegan mátt af því hann hefur engan rétt. Réttur getur ekki komið af mætti einum saman. Þetta auðvitað bara orð og þetta þýðir eiginlega ekki neitt í heimi það sem Trump veður uppi nema náttúrulega maður voni að réttlæti sigra að lokum. Þú leggur áherslu á það og þá svona þekkingaleit í þessum grunni líka að við þörf á því að heimurinn og stað okkar make sense til þess að halda sönsum. Já, það mjög gott að nota þetta frábæra íslenska orð að halda sönsum, sko, þetta gengur akkurat út af það að reyna að make sense af veruleika sem eins og hann það gengur út á að reyna að halda sönsum, halda áttum, tapa ekki voninni og láta ekki rugla sig alveg bara í drasl, heldur að muna það til hvers nánast við erum hér á jörðinni. Ok, við erum kannski til að viðhalda lífinu og við erum til þess að rauninni hafa það gott og njóta lífsins með okkar nánustu og öllu fólki og öllu því sem lífsanda dregur og náttúrunni og njóta fegurðarinnar og listarinnar og allt þetta og vísindanna en það er ótrúlegt að búa í heimi það sem er svona stöðsaumað að þessu og við erum einhvern veginn fengin til þess að vera eins og einhver hálfgerðir draugar yfir einhverjum skjáum sem að gera ekkert annan að blikka einhverjum myndum framan í okkur. Herðu, þú nefndir rektorstíð Páls Skúlasonar sem að hafði sumileyti sumt af því sem þú segja minni mann á hann, ekki bara þessu báður heimspekin, heldur svona stöðu háskólans í samfélaginu. Stundu fannst mér eins og hann hafði svona stærri hugmyndur það heldur en hann hafi náð einhvern veginn að ná fram, að hann hafði svona mjög heita hugmynd hlutverk háskólans í samfélaginu og að við gætum raunverulega bætt samfélagið og náttúrulega merkilegum maður margt. Er það kannski þannig að allt fyrir í svona hringi og svona, það sé bara gott fyrir háskólan að fá heimspeking svona á 30 ára fresti? Svarið við þér að sjálfsögðu, já. En það hefur náttúrulega... Þá á ég við að kannski þau 20 ár frá því að hann fór að þá er komið tími til þess að rétta skipið af og taka þessi sjónarmið sem þú ert með. Ég er bara að spyrja hvort að það sé einn ástæða fyrir þegar þú býður þið fram. Já, ég get alveg tekið undir það og það er náttúrulega, getum kannski sagt að nú hafa svona aðrar aðferðir kannski verið reyndar og nú sé kannski komið tími til að láta reyna á þetta. Það sem kannski gæti breyst að ég mun alltaf tala máli háskólans til dæmis gagnvart stjórnvöldum út frá þessari samfélagslegu þýðingu hans og mikilvægis hans á þessum erfiðu tímum og ég myndi aldrei vera fulltrúi fyrir það að loka augunum gagnvart þeim vanda sem við blasir og ég held ekki að þessi ríkisstjórn sé að fara að gera það þó að maður getur svo sem haft ákveðnar efasemdir en maður reynir að halda þeim í skefjum og gefa þeim sjens. Rektorar sitja lengi og segjum að þú værir háskólarektor, þá getur verið í samræðu við stjórnvöld sem eru bara aldeilis ósamálaður hlutverk háskólans í samfélaginu. Ég veit. Og segja að þið er bara að mennta fólk fyrir atvinnulífið. Já. Þið getið stunda eitthvað rannsóknir ef að það er hagkvæmt, ef að verða enda í arðsumum vörum. Já. En bara við nefnum ekki að hlusta á þig vera að segja hvernig samfélagið vera við erum fórsetið þess, ekki þú akkurat, þekkingarinnar vegna bara gleymdu því og allt það ég meina, það er hefð fyrir því að rektor sitji ákveðin hefð fyrir því að rektor sitji í 2 kjörtímabil og það eru þá 10 ár sem hans er langur tími og ég verði nú eiginlega bara að viðurkenna það að ég var óskup fegin þegar kom í ljós að til dæmis að Miðflokkurinn var ekki með háskólaráðuneytið þannig að ég var alveg þáttur í því að ég ákvaða að láta slag standa en það þarf bara alltaf að halda háskólanum uppi halda hugsjón hans á lofti gagnvart stjórnvöldum og vona að þau hafi eyru til að heyra en það getur eins og segir alltaf breyst en ég held að ef ég má taka mjög stórt upp í mig þá held ég að heilbrigður háskóli og svona sterkur háskóli geti verið þáttur í því að verja samfélag okkar fyrir alls konar kredduöflum og öfgaöflum. Skára að væra það nú, annars væri nú kannski bara spurning hvort að við ættum að vera haldið upp á háskólan ef það dygði ekki til. Já, ég er nú algjörlega þeirra skoðanar og leið og þú segir það þá geti ég líka sagt að
einhverjum gæti fundist þetta allt of stór fullyrðing háskólan og allt of pólitísk eitthvað slíkt að hann eigi að vera þá að taka sér stöðu gegn tilteknum stjórnmálöflum, en þetta gengur nú kannski ekki út á það heldur að eins og ég segi að viðhalda þekkingunni og vera trúr henni, miðlenni til samfélagsins og hafa síðan þá trú að það leiði til þess að eiginlega, já, svona uppbyggilega stjórnmálaöfl að vegur þeirra aukist. Það mikið rætt það í samfélaginu dag að við séum í innviðaskuld, að hafi ekki verið byggður upp innviðir eins og hefði átt að vera gert. Sama heyrir við og öllum grunnkerfum samfélagsins að þar er fólk búið að ég held að það sé oftast orðað svona hlaupa hraðar fyrir minni pening, við lifað undir svona linnulausri kröfu sparnað og fleira og það hriktir í skólakerfin okkar, við verðum varfið það bara í nýjafstöðnum verkvöldum kennara og kennadeilu. Við heyrum þetta úr heilbrigðiskerfinu. Á þetta sama við háskólan, er hann vanfjármagnaður til langs tíma? Já, sko, það hriktir allavega í ansi mörgu í háskólanum og það er alveg gríðalegt álag og það er fólki líður líka svolítið eins og það sé ekki alveg metið að verðleikum alltaf og þannig að það er svona ákveðin, ég ætla nú ekki að segja vonleysi en það þarf aðeins að rífa upp stemninguna og ég er svolítið að því og ég held alltaf að við verðum bara öll að vera vongóð það að hagur háskólans muni batna aftur og það komi betri tíð og það verði hægt að ráða þar sem að fólk er að vinna þessa hrikalegu yfirvinnu og það verði hægt að létta álagina af fólki. Það er ekki gott að vinna svona mikið. Ég hef bara hreinlega verið í grasrótarsamtökunum lýðræðisfélaginu Öldu þar sem við settum svolítið styttingu vinnuvikunnar á dagskrá árunum eftir hrun og ásamt Guðmundi T. Haraldsinni þá fór ég einmitt og hitti marga verkalýðsleiðtoga til að ræða þessi mál. Og við vorum að kynna þetta fyrir þeim svolítið sem hugmynd, auðvitað vissuðu mörg höfðu heyrt af þessu allt það en við mættum vel opnaðir gögnum og Guðmundur náttúrulega mikill sérfræðingur í þessu öllu og mikill baráttumaður og almennt finnst mér í þjóðfélaginu í neyslu samfélagi sem er að það sem neyslan er að drepa okkur þá þurfum við bara að hægja þess á, það er bara umhverfismál og þess vegna þurfum við líka bara að vinna minna og þess vegna að hafa minna til milli handara ef við hættum að eyða svona miklu í vitleysu. Staðan í þessari litlu deild sem að þú nefndir, það sem var 50% yfirvinna, að það er ekki ennþá komið fram upphafleg krafa verkalýðshreyfingarinnar um 8 stunda vinnudag. Hún er ekki ennþá komin til framkvæmda í háskólanum. Nei, málið er það með störf okkar í akademíunni að við erum í rauninni með ákveðna kennsluskyldu og það hvað það þýðir í svona vinnustundum á talið á viku eða á ári er mjög mismunandi milli sviða háskólans. Þetta er eitt vandamál sem þarf að taka á. Svo erum við með ákveðna stjórnunarskyldu og það þýðir, hún er ekkert mjög stórt hlutfall en það þýðir svona að sitja í nefndum og mæta á fundi í sinni einingu og svo framvegis. Og svo erum við með rannsóknarhlutfall og rannsóknarhlutfallið það er sjálfkrafa gerist að það mætir afgangi en það er á þérinni hvílir á þessu kvöð að skila af þér rannsóknum í mínu tilviki er það þá að skrifa greinar og fá þær birtar helst erlendis í fínum tímaritum eða gefa út bækur og allt þetta og já, þannig að þetta er allt saman, við þurfum að eiginlega til þess að fá fastráðningu þá þurfum við að skila ákveðnum afköstum þarna og til þess að fá framgang og launahækkanir þá miðast þetta allt við þetta kerfur eins og hanna til þess að valda okkur stöðugri sektarkenndi yfir því að vera ekki að sinna þessu rannsóknarhlutfalli þegar við loksins erum komin heim og ætlum að taka það rólega og fæst okkar geta það eða mörg okkar geta það ekki vegna þess að verkefnabunkarnir sem við þurfum að fara yfir úr kennslunni eru svo háir. Þannig að það er þetta sem er vandinn að það bæði er fólk að kenna við allt og mikið annarkvort vegna þess að það er mjög mikil undirmönnun eða vegna þess að það er ákveð ójafnræði í kennslunni og svo tala ekki síðan stundakennarana sem alltaf er að fórna sér í þetta maður óskiljanlegri, hvað við kalla það, manngæsku eða fórnarlund en allavega að þetta rannsóknarhlutfall verður yfir manni svona eins og einmitt svona eins konar mara, hvílir á manni eins og mara sem svona þýðir það að þú ert aldrei nægilega duglegur Þannig að þetta góður í kulnun. Já, en auðvitað það er frábært að vinna í Háskóla Íslands og við erum flest öll og það sína kannanir mjög ánægð með það, við erum stolt af háskólanum og allt þetta en okkur líður svolítið eins og það sé svolítið verið að þrautpína okkur og að það þarf að fara að breytast þannig að þar sé ég sérst möguleika hreinlega með því að tala styttingu vinnuvikunar og
reyna svona að koma því almennilega á dagskrá að já, við getum líka þar sko. Það er komið styttinguðningunar í stjórnsýslunni í háskólanum og nú þurfum við að finna leiðir til að ná því líka fram í akademíunni. Þú ert prófessor og þið búið við ágætiskjör. Ég ætla bara að fullyrða það. En þú nefndi til dæmis stundakennara sem að búa eiginlega við alveg fráleitt kjör og það líka svona ýmis konar svona aðstoða fólk sem annað. Hún Ingibjörg nefndi að svona fólk í stoðdeildum að það var á svo lágu launum að háskólinn heldi því fólki ekki. Það var til umræðu hér fyrir einhverjum árum síðan að eiginlega allt fólk sem að þrífa háskólan eða elda matinn handa ykkur og ber hann fram og svona, það meira og minna útvistað og ekki til ekki háskólasamfélaginu. Þannig að raunverulega háskólinn bæði sko láglaunasvæði fyrir þá sem ekki á toppnum. Mikið álag, stundum minnum þetta á, ég rætti við manneski sem vann á amerískri lögmannsstofu, þar sem að þeir sem eru nýkomnir sko, þeir þræla linnulaust fyrir skítalaun allan tíman og einhvern veginn bara þegar það var að vera að lýsa vinnunni í háskólanum þá hljómaði það bara orðið þannig. Að þá þetta raunverulega ekki sérlega góður vinnustæður ef þú tekur alla, ekki bara einhver prófessoruna, ef þú tekur allan hópin sem að vinnur þarna, að þá hann eitthvað skakkur vinnustæður. Það margt skakt. Sko, fyrsta lagi þá náttúrulega kjöræstingafólks eitthvað sem að þarf einfallega að laga með þeim hætti að þau verði aftur tekin inn í lið starfsmanna Háskóla Íslands og það töluverð sátt þetta með rektorsframbjóðanda. Þetta mál sem ég kom á dagskrá. Að við erum vinnustæður sem eru með mörg úrræði til að vinna gegn alls konar einelti og ofbeldi á vinnustæð. En þau ná ekki til þessa fólks sem þrífur skrifstofunar okkar og heldur inn í vinnustafnum bara starfhæfum. Og það algjörlega óþolandi. Það bara óþolandi og himinhrópandi mótsögn þar. Ég sit í jafnréttisnefnd fyrir jafnréttisnefnd hugvísindasviðs og þegar maður búin að kynnast þeirri hugsun og sem náttúrulega alveg stórkostlega þessar jafnréttishugsun sem við viljum einmitt aldeilis vera til fyrirmyndar með, að þá þetta einfallega ekki bara, þetta gengur ekki. Þannig að þetta verður væntanlega lagt af, minnst sko ef ég fæ að ráða, og það náttúrulega bara eðlilegt, en já, ég veit ekki hvort við eigum að fara út í mjög mikið smáatriði, en starfsfólk í mötuneytum flest ráðið af Félagsstofnun stúdenta, sem óhagnaðardrifið fyrirtæki, sem sagt náttúrulega sprottið úr, sem sagt samstarfsverkefni stúdenta og háskólans sjálfs, já, og kjör þeirra eru vonandi þokkaleg. En stundakennarar, það bara fleitn í holdi háskólasamfélagsins hvernig þau máli eru og undanfarin ár þá hefur allavega ganga svona, hafa gengið sögusagnir eða það væri ráðningabann í akademíunni í háskólanum og það núna ljóst að það ekki, það var misskilningur, rektorinn nýbúinn að kveða upp úr það. Og svo sem Saga segja frá því sem ég nenni kannski ekki að rekja hér hvernig þetta fór saman í gang, en við þurfum að vera miklu duglegir að ráða og við erum komin algjörlega inn að beini í sambandi við það og þá svona fólk auðvitað tekur að sér stundakennslu af því að það vonar að þar með sé það að gera sig svona gjaldgengt og það aflað góðra reynslu og góðu stundakennari, hann hefur það með sér þegar hann sækir akademiska stöðu, það við vitum Þeim haldið niður, ég man ekki einn reglan var eiginlega svo að þú ert ráðin bara í 49% starfi eða eitthvað. Já, aðjúngtarnir. Því að annars koma svona skildur gagnvart stéttarfélaginu sem að þetta Það eru ljóta sögur sem heyrir úr háskólanum. Já, það margt gert þegar að mörg úrræði reynd þegar við erum í erfiðum aðstæðum, erum í fjárþröng, þá erum við bara látin gera alls konar hluti sem eru algjörlega gegn okkar svona siðferðisvitund, þannig að já, það ekki gott ástand. Þeir eru framvarðar fólk sem látið tilkynna fólki afleiðingar niðurskurðarins sem eru teknar ákvarðanir eitthvað langt í burtu. Já, sko við fáum nú sem betur fer þá vandi okkar að ráða okkar niðurskurði sjálf og það ábyggilega ekkert öfundsvert hlutverk. Ég vil helst ekki vera mikið í því hlutverki. Rektor nú reyndar sjaldnast að taka einhver stórar ákvarðanir þetta, allavega ekki einn, en já, þegar svona hlutir ganga yfir samfélagið, háskólasamfélagið, þá ég svona fulltrúi fyrir það að það þurfi alltaf að reyna að hafa það þannig að það komið sem jafnast niður
og það bara mjög mikilvægt núna að háskólinn standi saman og við svona náum, eins og ég segi, upp svona góðum liðsanda, við erum öll í sama liði og öll í sama báti, sem ekki alveg það sama og við bara náum að þétta okkar raðir og standa okkur í þessu samfélagslega mikilvæg hlutverki sem við verðum að gegna. Og það líka mikilvægt fyrir háskólan eins og samfélagi alltaf að þessi jafnrétti til náms. Sínum tíma vor lánasjóður búin til, hann heitir núna Menntasjóður, hann er nú svolítið í fréttunum núna í vikunni af því hann á 30 milljarða sem hann kemur ekki út. Ég hef ekki alveg séð greiningu á því af hverju hann á svona mikið pening inn á bókum, en ég hef talað við fólk, stúdenta af efnaminni heimilum sem að maður myndir ætla að þetta fyrirkomulag væri búið til þess að tryggja þeim aðgengi að námi. En þá er það þannig að þau geta tekið lán en það dugar varla fyrir húsalegun í félagsstofnun. Þannig að þau þurfa að vinna á kvöldin og nóttinni og þá skerðir það lánin, þannig að eftir smá stund eru þau komin raunverulega í fulla vinnu ef þau ætla að reyna að komast í gegnum skólan. Við hliðin á fólki frá efnameiri heimilum sem að þurfi ekki að vinna með og taka heldur ekki lán. Já, það orðið alveg ótrúlega algengt að nemendur vinni með námi og það er mikið vandamál því að háskólanám á að vera fullvinna og það nýtist þér betur og verður svona, það verður betra nám ef þú helgaði því á fullum heilindum og öllum kröftum en þetta er svona einhverju leyti arfleið eftir hrun að það vex úr grasi kynslóð og sem að bara hefur engan áhugaði að taka neina áhættu með það að taka lán. Ég á sjálfur börn á háskólaaldri sem að segja með þetta. Það er eitt af því að lánin eru miklu lakari núna en þau voru áður. Já. En það er líka þetta sem ég var að lýsa sem að var svo sem til áður, það var þessi skerðing og eitthvað fleira, að þeir sem að lánin dug ekki fyrir framfærslu. Ég get ekki verið á námslánum og verið bara í fullri vinnu í námi. Já. Og þá, ef ég hef ekki stuðning foreldra minna, þá verð ég að vinna á Subway og ef ég finna á Subway, þá er skert þannig endanum. Já, fólk lendir í svona. Þá er fólk að efna minni heimilu sem hefur ekki aðgengi að námi. Já, það er innbyggt í námslánakerfið að maður hafi bara gott að því að vera á horri minni þegar maður er í háskólanum. Ég hef nú gengið gegnum þetta sjálfur, var í námsárunum í Kanada og þá reyndi ég að lifa á $60 á viku sem var 3.000 kall. Þú hefur búin að borða bakaða bönir fyrir lífstíð. Já, það var svolítið mikið af alls konar frekar, ekkert sérstaklega góður hráefni en sem nógar af í Norður-Ameríku. En allavega þá er náttúrulega alveg klárt mál að það væri betra og það væri full ástæða til í landi þar sem að jafnaðarstefnan ræður einhverju að hafa námsstyrki og þá jafnvel að hafa þá akkurat mögulega að reyna að hafa þá sérstaklega fyrir fólk frá efnaminni heimilum. Við viljum auðvitað endurspegla samfélagið háskólanum, mikil vinna í gangi í kringum það að fá fólk til dæmis með sem eru erlendum uppruna, er svona börn innflytjenda. Sem allt ratar ekki til ykkar, mikið bara fallegu námi í framhaldsskóla? Já, þannig að auðvelda þeim að komast inn í háskólan. Síðan er líka háskólan náttúrulega með alveg gríðastóra námsgrein sem er íslenska sem annað mál og þar náttúrulega lærir fólk innflytjendur, fullorðið fólk líka náttúrulega lærir íslensku til þess að geta farið út á vinnumarkaðan og nota hana þar. Dæmum mjög samfélagslega mikilvægt hlutverk. Þannig að já, við verðum auðvitað bara að búa svo hnútana að fólk af öllum svona stéttum geti komið í háskólanám. Við vitum það að við höfum öll mikið mikla hæfileika, að búa yfir miklum hæfileikum sem við þurfum bara að fá að þroska. Herðu, Björn, svona í lokin, af hverju viltu verða rektor? Já, vegna þess að ég held að háskólinn þurfi að láta til sín taka íslensku þjóðlífi og standa sig í því hlutverki sínu að vera þessi samfélagslega mikilvæga stofnun sem að hann hefur alltaf verið og á að verða. Og felst í því að hann hafi ekki gert þetta? Það felst í því að það megi gera það betur, já. Herðu, kæra þakkir Björn og gangið vel í rektorskjörinu. Þakkaði fyrir. En við setjum hérna áfram við rauðaborðið, erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli er eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.